Mig langar að byrja bara að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin á þennan fund sem í boði Miðflokksdeildar þingeyinga. Aðal og frummælandinn okkar í kvöld hún Erna Bjarnadóttir frá Stakkhamri á Snæfellsnesi, hagfræðingur og með BSc í búvísindum og ég veit ekki hvað mjög reynslumikil á sviði landbúnaðar. Nú eru krakkarnir að koma á fundi, vantaði ekki fleiri. Vil ég loka hurðinni, öskunnar? En það má líka kalla hana bara ömmu sprengju, því að sú saga þannig að það var til feikna góð meri á Stakkhamri á Snæfellsnesi sem hét Sprengja og ég var þess heiðurs aðnjótandi að fá að prófa það hestagull og Erna sagði mér svo í símtali núna í kvöld að hún væri eiginlega amma Sprengju því að hún átti hennar. Þannig að það er alltaf hestatenging þegar við hittumst einhvers staðar. Tilurð fundarins er að Erna hefur verið talsvert dugleg að skrifa greinar og þær hafa vakið mikla athygli og þar á meðal í okkar röðum, meðal annars fyrir kannski meiri dýpt heldur en við sjáum oft í greinum landbúnaðarmál. Þannig að okkur langaði bara að fá að njóta allar þeirrar þekkingar og upplýsingar sem Erna hefur á þessu sviði. Fundar fyrirkomulagi verður bara hefðbundið, það er að segja að ég gef Ernu orðið og hún hefur talsvert mikið frelsi hvað hún tekur sér langan tíma og síðan bara opnum við á spurningar. Þetta er nú eitthvað sem allir þekkja og reynslan hefur reyndar sýnt að það vill enginn eiga fyrstu spurninguna. Þannig að ég hvet ykkur bara leið og við opnum á spurningar að biðja strax orðið. Mér sýnist mætingin vera það góð, eiginlega alveg svakaleg, að þeir sem vilja komast að með spurningar, þeir ætti ekkert að sitja á stráksínum. Með þessu segi ég bara fund settan og býð Ernu hjartanlega velkomin á þennan fund til okkar og ég veit að þetta verður bæði fræðandi, fróðlegt og skemmtilegt. Takk og gjörðu svo vel, Erna. Já, komið sælir. Takk fyrir þessa kynningu, Þorgrímur, og góða kvöldið. Ég vil byrja að þakka þetta boðum að koma á fund og tala þessi mál landbúnaðarins og margt því tengt sem kannski hefur líka komið nýtt upp á undanförnum mánuðum. En síðan hafa málefni landbúnaðarins kannski komið enn frekar í brennidepil út af bara þeirri stöðu sem upp í landbúnaði og hefur skapast meðal annars út af því að hér hefur orðið hrun í ferðaþjónustu út af dálitlu eins og sagt er og margt fleira komið til, þannig að það er svona margt sem að brennur á þeim sem að starfa í landbúnaði og við sem að þar vinnum fyrir reynum að leggjast á vagninn að ýta til lands. En kannski nú kveikjan að þessu þetta mál sem að er nú kallað í daglegu tali jurtaostinn. Og ég hef nú leyft mér að setja upp glærukynningu þar sem að fyrsta glæran fjallar grundvöll réttarríkisins sem byggir á því að allir fara að lögum og þó sérstaklega ríkið. Og það var þannig að í fyrra, þetta leyti árs í fyrra, raunverulega, þá lét Mjólkursamsalan taka til skoðunar ákveðna vöru og bað bindandi álit hjá tollstjóra vegna þess að það lék mönnum grunaði að það væri ekki allt með felldu varðandi innflutning á tollskrárnúmeri sem að kallaður jurtaostur í daglegu tali. Og menn töldu sig á ástæðu til að ætla að þarna væri mögulega að koma inn vara sem væri að langmestu leyti mjólkurostur. Og það er til lögfræðilegar leiðir í tollalögum til að biðja bindandi álit á því hvernig vörur skuli tollflokka og vörulýsing var send niður í toll á tilteknum formi sem áskilið er og óska eftir bindandi álitinu. Það kom og niðurstaðan var svo að þetta væri ostur. Síðan kemur seinna, og þetta var sama dag eða daginn eftir, tölvupóstur að líklega þurfa að draga þetta tilbaka. Og menn voru nú svo frekar undrandi á þessu en þetta var aldrei formlega dregið tilbaka, það er rétt og það komið fram. En þarna varum að ræða sem sagt ost sem hefur síðan líka verið vitnað til sem pizzablöndu og inniheldur 11–12% herta jurtahluta. Nú, síðan þegar ég kem þarna til starfa þegar líður á veturinn þá förum við svona að leita leiða hvernig við getum
mögulega fjölgað þeim spilum á hendi sem við hefum til þess að spila í þessari skáku sem þarna var uppsiglingu við stjórnvöld. Og þá duttum við niður þá hugmynd að leita til sendinefndar Evrópusambandsins á Íslandi. Það nú kannski margir sem hefur ekki trúað því upp á Ernu Bjarnadóttur að hún færi nú að leita aðstoðar á þeim bæ, en það er nú bara þannig að það getur verið gott til góðra að leita stundum. Og þeir sem sagt öfluðu fyrir okkur álits og tollflokkur þessari vöru eftir þeirri lýsingu sem við höfum sent skattayfirvöldum frá tolla- og skattaskrifstofu Evrópusambandsins, DG Taxud, sem það heitir. Og það kom 7. maí, ég kann alltaf svo dagsetningar, 7. maí kom þetta álit í tölvupósti frá sendinefnd Evrópusambandsins á Íslandi, þetta væri ostur og ekkert annað. Nú, við þóttumst nú bara nokkuð góð með þetta og ég held kannski að ég myndi bara vera komin í einhver aðra vinnu með haustinu, sko. Og sendum fótgönguleiða niður í fjármálaráðuneyti með þetta álit og reiknum auðvitað ekki með öðru en því að þessu yrði kippt í lag á stundinni. En það var nú eitthvað annað sem gerðist. Staðan fyrir að þessum málum væri kippt í lag, það voru bara auglýst 4 ný tollskrárnúmer. Það sem átti að leyfa það að hafa einhverja jurtafitu saman með alls konar vörur. Og okkur rak auðvitað roga stansi við þessu og svona kannski fjölgaði nú veggjarnum sem þurfti að klífa í þessari baráttu. Og þá, þrátt fyrir það að við höfum lagt fram þennan tölvupóst sem við fengum frá sendinefnd Evrópusambandsins á Íslandi, þá virtist menn alltaf eitthvað að þverskallast að taka til greina. Og þá var það enn að finna einhverjar nýjar hugmyndir til þess að brjóta þetta á bak aftur. Og þá datt 58 ára gamalli konu til mjólkursamsölu það í hug að bera saman útflutningstölur frá Evrópusambandinu við innflutningstölur til Íslands. Og þá rak nú margan í rogastans því það kom í ljós að það var miklu meira flutt út af ýmsum vörum, til dæmis osti frá Bretlandi, heldur en kom inn til Íslands. Með þetta fórum við á fund stjórnvalda í byrjun júní. Og þá runnu nú ámennt loksins 2 grímur og þeir sendu sjálfir sérstakan tölvupóst til Brussel til þess að spyrja hvernig þetta tollflokkar og blessa oss sem við vorum þó með auðvitað gögn frá sem hefur komið gegnum einn millilið, sendinefnd Evrópusambandsins sjálfs á Íslandi. Og auðvitað fengu menn sama svar og við reyndar bara ennþá meira rökstutt og ítarlegt. Þannig að þetta var nú allt skotið í kaf og endurinn var sá að það var að birta nýja auglýsingu frá fjármálaráðuneytinu, þar sem að tollskrárnúmerin 4 sem voru auglýst með auglýsingu 35/2020 voru afturkölluð. Nú síðan hafa alltaf engar skýringar fengist á þessu, hvorki á því hvers vegna þessi 4 númer voru upphaflega auglýst, né heldur þá af hverju þurfti að draga tilbaka, ekki bara reynt að gera þetta þegjandi og hljóðalaust. Nú, eftir þetta þá áttum við áfram samskipti við skattinn og fengum síðan sérstakt bréf 23. júní þar sem því var lofað hátíðlega að koma þessari framkvæmd í rétt horf og vörur sem að áður hefðu mögulega verið flokkaðar í einhverja tollflokka sem áttu ekki að vera, yrðu framvegis flokkaðar með þeim hætti sem að þetta álit frá Brussel í byrjun júní sagði eiga að vera. Og það er rétt að halda því stíft til haga að tollflokkun er alþjóðlegt kerfi. Þannig að vara sem er ostur á Íslandi, hún er það alls staðar í öllum þeim löndum sem eiga aðild að þeirri stofnun sem að utan þetta heldur og heitir World Customs Organization. Þar að auki eru í milliríkjasamningum yfirleitt ákvæði það að aðilar skuldbindi sig til þess að aðstoða hvern annan slíka framkvæmd. Þannig að tollayfirvöld á Íslandi ekkert að þurfa að fara upp á kaffistofu og velta fyrir sér hvort ostur sé þetta eða hitt, þeir eiga einfaldlega að hringja bara í kollega sína erlendis til þess að fá þessar upplýsingar rétt eins og við létum gera. Nú, með þessu var náttúrulega komið í ljós að það væri misbrestur í framkvæmd viðskiptasamninga, það er að segja það væri að koma inn miklu meiri vörur sem toll og þá þar að ekki tollfrjálst eins og tollkvótum sem eru boðnir út. Nú, fyrir vikið er þetta samkeppnisstaða allra þeirra sem fara að lögum, hvort sem það er í landbúnaði eða önnur fyrirtæki sem eru að starfa á matvælamarkaði og fara að leikreglum, þá hún auðvitað skekkt.
og neytendur fá síðan náttúrulega röng skilaboð í gegnum markaðinn og lögbrotin og allar hagtölur viðskipti verða líka rangar. Þannig að til dæmis núna þegar var verið að semja við Bretland að aukin kvóta fyrir ost inn til Íslands frá Bretlandi í tengslu við Brexit, þá var þetta þessi jurtaostur ekki til í, þannig að kannski innan gæsalappa græddu við það sko. En síðan að þessi vinna hófst, þá höfum við sett fjölda fyrirspurna framkvæmd tollaeftirlits. Og svona, það fengust sjálfur sér fátækleg svör lengi framan af. Og við sendum sérstakt bréf út af þessu 18. september og fengum síðan svör við því það sem aftur var lofað hátíðlega að koma framkvæmdin lag, því það nefnilega sást ekki á nokkrum einustu tölum innflutning, hvorki í júlí eða ágúst, að neitt væri að gerast. Nú, þá voru líka fundir með fjármálaráðherra og ríkisendurskoðun og skattinum. En síðan, eins og þið hafið sjálfsagt fylgst mörg með og hér á fundinum náttúrulega þingmenn sem áttu hlutamáli, að þá komst þetta mál til kasta Alþingis þarna í byrjun október og ég nú að það sé þessi sérstaka fyrirspurn sem Sigurður Páll Jónsson lagði fyrir fjármálaráðherra þarna í byrjun október sem hafa nú svona sparkað þessu svolítið af stað. Og umræðan fór þarna fram 22. október, nú stjórnskipunar og eftirlitsnefnd tók þetta mál líka og það má lesa það í fundargerð nefndanna og töluvert mikið af gögnum á vefsíðu hennar sem varða þetta mál. Nú fjármálaráðuneytið lét, það hafði reyndar lofað frá því fyrra vor að skipa starfshóp um þetta. Hann var nú ekki settur í gang fyrr en í september og skilaði loksins af sér þarna miðjan október og það er bæði minnisblað eitt á vefsíðu fjármálaráðuneytisins og annað á vefsíðu stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Þetta eru ekki alveg eins en svona efnislega samt nokkurn veginn það sama. Og þar í raun og veru eiginlega fallist á allt það sem við vorum að segja þetta, þó að sé reynt svona sópa yfir það að það sé til einhverjar eðlilega skýringar á þessum mismun. Og ég bara spyr, einhver eðlilega skýring á því að útflutningur til dæmis á unnum kjötvörum frá Evrópusambandinu hafa árið 2019 verið 1045 tonn, meðan inn til Íslands voru flutt 399. Ég kem bara ekki auga á hvernig menn ætla að skröpa sig út úr því með því að stofna starfshóp og nefndir aftur og aftur þetta mál. Og nú fjármálaráðherra lofaði þarna í október að skipa enn eitt starfshópinn sem hann gerði núna 21. janúar, 3 mánuði seinna. Og þar sitja fulltrúar allra þessara ráðuneyta og stofnana sem stóðu sig alls ekki í þessu máli. Fulltrúi fjármálaráðuneytisins sem gaf út þessar röngu auglýsingar, sjálfsagt ætla þau að rannsaka sjálf hvernig stóð á því. Fulltrúi tollsins sem með á samkvæmt þessum minnisblöðum sem fjármálaráðuneytið hefur gefið út með allt meira í þessu. Fulltrúi atvinnuvegaráðuneytisins sem ekkert spurt það hvernig þessi tollkvótar eru nýttir eða hvernig þessi framkvæmd yfirleitt og fulltrúi Hagstofunnar sem gat ekki sjálfur látið sér detta í hug að bera saman útflutningstölur frá öðrum löndum við innflutning. Ég bara bíð spennt að sjá hvað kemur út úr rannsókn þessara fólks eða þessara stofnana. Ég vil ekki að persóna gera þetta. Og undir skipunarbréfið til þess að fólk skrifa svo þeir sem skrifa undir auglýsinguna á röngu tollsnúmerum þarna meðan maí. Þetta er náttúrulega, hljómar ekki beint eins og við búum í lýðveldi, ef að bara segja þessu. Og það kom líka í ljós og ein grein að minna sem að Þorgrímur nefndi hérna í upphafi að það hafa ekki nærri allir samningar sem varða viðskipti með landbúnaðarvörur hvorki verið þýddir né birtir með þeim hætti sem ætlast er til í C-deild stjórnartíðinni. Við skrifuðum utanríkisráðherra langt bréf vegna þessa 27. október og það sem bættist svo ofan á þetta var að þegar við fórum að skoða þennan innflutning á ostum til dæmis, þá áttum við okkur á því að þetta númer sem þessi jurtaostur kemur inn á, það er auðvitað ekki ætlast til að það sé neins sérstök heilbrigðisvottar sem fylgir vörum sem koma inn á því frá þriðjulöndum. Ég er ekki að tala hérna lönd innan ESB eða Evrópska efnahagssvæðisins, heldur frá þriðjulöndum sem Kanada og Bandaríkin. En ef eins og skráður ostur sem eru uppistöðu mjólk, þó að sé eitthvað smávegis jurtahluta á þetta númer, þá kemur hann inn eftirlitslaust, sem þýðir það að okkar ytri landamæri við að framfylgja matvælalög ESB þau hripleka. Nú, en aftur að þessum blessaða jurtaosti, loksins í september,
þá verðum við að sjá árangur. Og alls voru á árinu 2020 flutt inn 216 tonn, en það voru bara 28 þeirra sem komu síðustu 4 mánuðina, eða 13%. Ég man að einn háttvirtur þingmaður Miðflokksins talaði að þarna hefði orðið einhver breyting á eftirspurn neytenda hér á landi, einhver smekksbreyting. Mér er nær skapi að halda annaðhvort hafa menn hætt að flytja þessu vöru inn eða loksins bara tollflokkana rétt. En ef að þó í segjum nema að þetta væri 200 tonn sem að þarna hafi verið bjargað í horn miðað við á Háskólagrundvelli, þá var það cirka 2 milljónir lítra mjólkur eða 6 til 7 kúabú. 196 milljónir verð til bænda fyrir svo vel. Þannig að það birtist ágætt frétt þetta í Morgunblaðinu og ef að Nanna og Hólmfríður geta skutlað myndin upp sem ég ætla að sýna ykkur. Erum við með hana? Þarna er sem sagt mynd sem sýnir þennan innflutning á þessari tilteknu vöru sem setti þennan snjóbolt á stað í vor. Og þarna sjáið þið háu bláu súluna. Þetta er innflutningurinn á jurtaosti frá Bretlandi sem hefur eflaust verið þessi pizzablanda sem ég sagði ykkur frá í upphafi, blönduð hertri jurtaolíu. Og merkilegt nokk, sennilega loksins þegar það var farið að taka á þessu, þegar við vorum búin að berja upp á í september á Hverfylda. Það er bara engin ostur komið þaðan síðan. Sama ost frá Bandaríkjunum og Kanada. Gæti nokkuð verið að þetta hefði bara verið mjólkurostur sem að þarf ekki var þó að leka eins og ég sagði lýsti fyrir ykkur áðan. Þarna í gegnum ytri landamæri fyrir matvælalöggjöf Evrópusambandsins. Þannig að svona lítur árangurinn af þessari vinnu varðandi þessa einu vöru út. Og ég verð að játa það að ég skil ekki okkur þarf einhvern starfshóp og ríkisendurskoðun og allt hvað og annar. Þetta einfaldlega lögbrot sem þarna eiga sér stað. Nú, þið með taka myndina niður. En það er sem sagt okkar mat að þessi ótvírætt haft rangt við víðar. Og ég get, svo ég haldi mig í mjólkinni, ég er búin að nefna eitt dæmi í kjötinu, þá til dæmis veit ég það voru 12.000 kíló flutt út af smjöri frá Danmörku til Íslands árið 2019. Í búðum samkvæmt strikjamarkakerfi hér eru selt 800 og eitthvað kíló. Og það passar við það sem við höfum séð að sé skráð inn. Mismunurinn, 11 tonn. Hvar er hann? Ég þykist vita það, en hann átti allavega að vera skráður innfluttur sem smjör. Það er ótvírætt að alþjóðlega tollskráin, svokallað HS tollskrá, gildir hér á landi, það til Hæstaréttardómur það, þannig það þarf ekki að ræða þannig. Nú, fyrir bragðið, ég nefndi áðan lögbrot sem leiða til þess að það eru áhrif á samkeppnisstöðu þeirra sem fara að lögum. Þá eru þetta innlendir framleiðendur í allt annarri stöðu heldur en þeim er talin trú að sé hér í gangi, þó samkvæmt þessum milliríkjasamningum öllum. Tekjutap fyrir ríkissjóð, svo fremur sem að þessar vörur hefðu þá verið fluttar inn, en væri þær ekki fluttar inn, þá ætti þetta að skapa þetta stærri markað fyrir íslenska framleiðendur. Og eins og ég nefndi áðan, ósamræmi í tölum milliríkjaviðskipti sem að leiða til slakari hagsmunagæslu fyrir okkur þegar að gera milliríkjasamninga kemur. Nú, þetta málið var nú undið svo upp á sig, tekist þetta á í mikla umræðu þróun tollverndar, aukna tollkvóta við Evrópusambandið. Það er að segja að þetta er innleiðingarferli, það er á 4. og síðasta ári núna, sem þessi kvóta sem var samið og komu til framkvæmda 1. maí 2018, þeir eru á þessu síðasta ári núna sem þeir tikka fullu inn. Þetta er náttúrulega, við þekkjum þessa umræðu kannski mest í kjötinu, en þetta hefur líka mikil áhrif á mjólkurframleiðsluna. Við erum komið 23 milljóna halla á próteinsölu miðað við fitu, þetta er gríðarlega kostnaðarsamt og þetta lendir auðvitað allt bara á iðnaðinum og bændum. Nú, þannig að við erum að horfa hérna upp á mjög alvarlega stöðu sem er að skapast út af þessum tollasamningum. Það þýðir ekkert að skella skolla við því að mínum að. Mikil umræða var síðustu áramót vegna breyttra tilhögunar útboðs og tollkvótum og það var auðvitað hörð umræða í þinginu fyrir jól það mál og sýndist sitt hverjum bændasamtökin og fleiri höfðu farið fram á það að útboðunum yrði frestað núna í áspyrjum og á það var ekki fallist og það voru ekki notuð þau ráð sem að Erna taldi duga allavega og fleiri.
en því fór sem fór. En Þorgrímur, ég held að ég láti þessa messu duga og þakki fyrir mig og bara fyrir gott ljóð. Takk fyrir þetta, Erna. Það var margt þarna sem að kallaði á spurningar, margt áhugavert. Hljóðið sem hann fékkst ber nú að þakka þeim stöllum Hólmfríði og Nönnu þar sem að þær sett okkur bara öll á mjút, svo sem við gátum ekkert gripið fram í fyrir þeir. En ég þykist vita að þar séu einhverjir sem vilja koma á framfæri spurningum. Bíddu nú við, ég sé samt ekki neina upprétta hendi. Eins og ég nefndi í innganginum á fundinum þá hefur það nú verið frekar regla en undantekning að það vill enginn eiga fyrstu spurninguna. Þannig að á meðan að þið eruð að upphugsa einhverja góða spurningar, þá kannski er bara rétt að ég nýti mér stöðu mína sem fundarstjóri og spurji þig, Erna, út í það sem að kannski mér fannst svona, ef maður tekur saman, þetta var nú náttúrulega takmörk fyrir því hversu ítarlega þú getur farið yfir þetta á ekki lengri tíma, en eftir stendur, þá hvað er hægt að gera núna? Hvar liggur ábyrgðin? Því þú segir þetta er öllu líkindum bara klárt lögbrot, þannig að það er einhver sem ber ábyrgð og ég heyri ekki betur en að þú sért að fara þarna yfir í málið þínu að þeir sem eiga að komast að niðurstöðu það hvort að reglur hafi verið brotnar séu þeir hinir sömu og sáu eftirlitið. Með öðrum orðum þá að þeir eigi þá að rannsaka eigin verk. Það er ekki rétt skilið hjá mér hérna, ef þetta er svona fyrsta spurningin í fundin og svo hvet ég bara fundarmenn til þess að vera ekkert að hika við að koma inn með spurningar. Hvað segir það, Erna? Hvernig? Allt í fínu. Ég sé að það taka þetta bara þegar nóg og það er bara ljómandi gott. Ég held ég kunni alveg að vera stuttorð. Hvað er hægt að gera núna? Sko, málið er núna í samræmi við beiðni Alþingis frá 15. nóvember komið til Ríkisendurskoðunar í skoðun. Mín tillaga er sú að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fylgist nú svolítið vel með því á hvaða hraða Ríkisendurskoðunar að vinna og hún látist ekki. Mér finnst ég tel að þessi starfshópur sem fjármálaráðherra skipaði 21. janúar, já, mér finnst þetta að vera þeir sömu sem að bera ábyrgð á því að þetta var ekki í lagi. Séu eigi núna að fara að skoða það, af hverju það var ekki. Og það liggur nú svona oft í mannlegu eðli hefur mér sýnst að fólk reyni þá að komast að því að það sé einhverjar skýringar á því sem við eigum að tróða onni kokið á okkur. Ég tel að það sé alveg augljóst að þarna hafi ekki verið fylgst nógu vel með og það er þetta ráðuneytin, atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið átti hiklaust að vera að fylgjast til dæmis með nýtingu á tollkvótum og það er langt síðan að ég sendi í skattinum spurningu það til dæmis hvernig ostakvótar væri nýttir. Þar á meðal þessi kvótar sem eru úthlutað ókeypis fyrir upprunamerktan ost. Það er engin svör við því og maður fær það óneitanlega á tilfinninguna að þetta sé gert með kúlupenna og blokk í rassvasa. Því það er ekkert að fá svo upplýsingar. Þáttur að beðið sig það á heimasíðu Evrópusambandsins sem er með 28 lönd, þá er hægt að sjá þetta uppfært nánast dag frá degi. Fjármálaráðuneytið á auðvitað líka að tryggja að framkvæmdin sé í lagi og ég tali nú ekki tollinn. Ég set spurningamerki við það og hef bent mönnum á að af hverju til dæmis menn rannsaka þar eftirlitsdeildin rannsaka rauntímaeftirlitið og rannsóknardeildin rannsaka síðan þessum eftirlitsdeildin sendir til þeirra. Þeir hljóta verið að rannsaka vinnubrögð hvers annars í leiðinu og í banka væri nú held í eldveggir þarna á milli. Þannig að mér finnst svona menn fyrir aðeins að taka sig saman og svona spyrja sig svolítið áleitinna spurninga. Hver á að gera hvað og hverjir raunverulega megi tala saman og fólk sé ekki látið rannsaka sjálft sig. Takk fyrir það, Erna. Ég held að við getum tekið undir þetta. Sama hvað er verið að skoða, það er ekki æskilegt að þeir sem eru til skoðunar séu skoðunarmenn.
Ég sé að það er að koma hérna listi, þetta Helgi næstur, svo Birgir og svo Siggi Palli. Þannig að Helgi, þú ert með orðið. Já, góða kvöldið og takk kærlega fyrir gott erindi. Ég er með nokkra spurningar. Ég ætla bara að henda þessu öllum í einu. Þú minnist mikið á jurtaost. Eru til önnur dæmi þetta sem þú talaðir eins og til að mynda í kjöti. Evrópusambandið hefur sett lögbann, spurning 2. Evrópusambandið hefur sett lögbann á ýmis vegan nöfn. Hefur það komið til umræðu hér og síðan eins og fetaostur, það hefur verið skrásett vörumerki úti, þar leiti mig og við ekki nota þetta nema sem salatost. Hefur komið til umræðu að gera þetta sama með skýrið hér á landinu, af því að nú það orðið fjölþjóðlegt. Þannig að bara takk. Já, ef við ekki taka Erna bara þessar 3 sem voru komnir á mælendaskrá í einu og svo svarar við bara öllum 3. Það er þá Birgir næstur. Já, komið blessaður sæl og takk fyrir þennan fína fund og gott að sjá þig Erna og takk fyrir skelega framgöngu í mikilvægu máli. Langar bara aðeins bara ein stutt spurning, hefur einhver viðbrögð komið frá utanríkisráðherra eða utanríkisráðuneytinu varðandi þetta mál vegna þess að nú ætlaði jú að fara loksins búin að viðurkenna það að það sé nauðsynlegt að semja upp á nýtt í tollamálum vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu. En þeir hins vegar sá ekki ástæðu til að styðja tillögu okkar Miðflokksmanna þegar við fluttum tillögu þess efnis að vera nauðsynlegt að segja samningum upp vegna væntanlegrar útgöngu Bretlands. Það er nú kannski önnur saga en það þýðir þá til að þá þarf að fara að semja upp á nýtt. En minnstu kosti endurskoða ákvæðin. Og þá spyr maður sjálfur sig ef það nú reyndin að það hægt að fara svona bak við þessa samninga eins og greinilega verið að gera í þessu máli. Hafa einhver viðbrögð komið frá utanríkisráðuneytinu hvað þetta mál var? Takk fyrir þetta Biggi. Þá er það Siggi Palli. Já, heyrist í mér. Takk kærlega fyrir þetta Erna og takk ykkur fyrir þennan fund, takk og Þorgrími fyrir að koma þessum fundi á koppinn og gaman að sjá hvað við erum mörg. Ég þarf nú að koma því aðeins að því að minnst á hesta þarna þá átti ég hryssu fyrir mörgum árum sem var frá Stakhamri. Hún hét Snúlla. Yndislega hrissa, hún var svolítið klárgengli en ég kom tölt í hana. Ég var nú aðeins á hlaupum þarna fyrst þegar að þú varst að byrja að tala Erna og mér langaði að spyrja hvort að það hefur komið fram hjá þér með mjólkurduftið, með innflutning á mjólkurdufti á hvað maður að segja, á röngum tollnúmerum og hversu mikið það skekkir það sem við erum að framleiða hérna heima. Þú talaðir skekkju í próteinskekkju eða skekkju í framleiðslu og það munar miklu ef þetta hefði ekki verið. Og eins líka í sambandi við það sem að ríkisstjórnin gerir áramótin eða sem sagt þegar að horfið til eldri innflutnings á tollum og þá það nefndarálit og þá breytingartillögur sem ég flutti eða við fluttum með góðra manna hjálp út í bæ að smíða þar sem að við fórum fram á að tollum yrði frestað tímabundið. Þá eiginlega maður langar mig til að spyrja hverju hefur það breytt sem ríkisstjórnin gerði með þessari breytingu eða hverfa til þessara eldri laga, hverju hefur það breytt ef það hefur þá einhverju breytt? Og hvað sérðu fyrir þér að hefði skeð ef okkar tillaga hefði náð fram að ganga að fresta tollútboðum?
Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Siggi. Mér langar áður en að ég hleypi Ernu að til að svara, þá langar mér nefna bara við ykkur sem að fylgjast með á Facebook, þegar við erum á 2 stöðum, það bara hluti fundarmanna hér þó þeir séu margir, þá annað eins sýnist mér að fylgjast með okkur í gegnum Facebook og að þeir sem eru þar staddir og vilja koma á framfæri spurningum, þeir geta skrifað spurninguna bara í komment á Facebook og það spurningar verða þá teknar inn á fundin. Þannig en þá það komið. Erna, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þessar spurningar. Það var fyrst hann Helgi Jóhannsson, held ég bara eftir. Já. Önnur dæmi, já, ég nefndi, sko, ég búin að skoða miklu fleira og skýrslu öllum því sem ég var búin að skoða þarna í sumar og haust, það fór allt bæði til Skattsins og Ríkisendurskoðunar. Þetta var það kjötvörur líka og ég glemdi að geta þess í máli mínu að þetta var svo sem ekkert nýtt, við bara vorum alveg grunlaus því að garðyrkjubændur voru á undan og voru reynda búin að ná fram breyttri framkvæmd og knýja tollinn auðveld, ég ætla að leyfa mér að taka það undir orða, til þess að fara í vöruskoðun. Það sem leiddi í ljós að menn voru að flytja til dæmis blóm inn á röngum númerum til þess að komast hjá því að greiða gjöld. Þannig að þetta gildi líka unnakjötvörur, þetta einhvert misræmi í kjöti líka þó að í þessu minnisblöðum fjármálaráðuneytisins sé látið liggja því að í samtal sé þetta ekki neitt. En það vill nú þannig til að það búið gefa út ákæru einu máli sem varða það að nautakjöt var skráð sem nautakjöt á beini þegar það var beinlaust. Og ef maður leggur saman allt nautakjöt þá hafði þetta auðvitað komið út á núlli. Þannig að þetta auðvitað bara útúrsnúningur að segja að þetta sé samtals nokkurn veginn það sama, að þá sé þetta bara ekki góðu leið. Nú komst það inn á með ESB með lögbann og vegan nöfn. Ég skil spurninguna þannig að þetta tala til dæmis um það að það megi ekki kalla hafradrykk mjólk í Evrópusambandinu og það rétt og það má ekki kalla eitthvað sem líkist því að vera ostur, þar að segja það er einhver sneið sem hægt að setja á brauð, megi ekki kalla það vegan ost. Þessi reglugerð, þessi sérstök reglugerð hjá Evrópusambandinu og þessi hlutar hennar hafa ekki verið innleiddir hér á landi. Þannig að þess vegna auglýsa menn hér haframjólk en ekki hafrasafa eða hafraseyði eða hafradrykk. Varðandi fetaost, sko fetaostur dæmi feta upprunaverndað heiti og sérstökum lista hjá Evrópusambandinu sem við höfum þá á móti skuldbundið okkur til þess að veita þennan tollfrjálsa aðgang fyrir upprunamerktan og ost. Ég var nú að viðurkenna að ég kann þessa skyrsögu ekki alveg utan að þetta var skoðað á sínum tíma og niðurstaðan var sú að þetta markasett íslenskt skyr undir Ísey-vörumerkinu. Ég held ég verið bara að svona fá að skauta bara þannig yfir því. Það aðrir nefnilega á fundinu veit ég sem að vita þetta miklu betur, þannig ég var að gera mig heimaskýtsmát fyrir framan þau í því. Nú, varðandi spurningu Birgis, varðandi viðbrögð frá utanríkisráðuneytinu, sko, ég skil spurninguna og kannski réttir þumalinn upp Birgir að þetta sé pínlítið tvíþætt. Þessi annars vegar varðandi samninginn við Evrópusambandið og hins vegar erum við þó Brexit. Er ekki þetta tvennt sem þetta, já, ok. Það rétt, sem sagt, utanríkisráðherra tilkynnti þarna fyrir jólin að hann væri búinn að óska eftir viðræðum við Evrópusambandið endurskoðun á þessum samningi. Og við höfum allavega í mjólkuriðnaðinum tekið þátt í einu fundi með fulltrúum utanríkisráðuneytisins og atvinnuvegaráðuneytisins mögulega nýjan samning. En að öðru leyti þess að maður svona les og heyrir sagt, þá virðist það samt ekki vera beinlínis ætlunin að það verði eitthvað leita eftir því að minnka þessa innflutningskvóta til Íslands, sem þá sannarlega er 100% nýting á og rúmlega það með að við erum mjög lítið að nýta okkar útflutningstækifæri. Og ég ætla bara að leyfa mér að segja þannig að ég tel nú harla ólíklegt að Evrópusambandið taki vel í þá hugmynd að gefa eitthvað eftir af þeim
greiðendur sem þeir hafa fengið fyrir sína framleiðendur hér á landi. Varðandi Brexit, þá náttúrulega tókum áramótin gildi samningur sem var gerður í apríl 2019, þar sem meðal annars eru hleypt inn 30 tonnum af osti frá Bretlandi og 19 tonnum af unnum kjötvörum. Þannig að það bætast nú við einhverjir 300.000 lítrar af mjólk, ef maður rétt. Og þeir hafa líka verið í sambandi við hagsmunaaðila eða hagaðila vegna undirbúnings á þeim samningaviðræðum. Þannig að ef það eru þau viðbrögð sem ég held að ég sé rétt að svara við þessu, Birgir. Nú varðandi Sigurð Pál, ég held að Snúlla hafi verið frænkan að sprengju. Þorgrímur. Ég sá hann nefnilega hljóst þegar hann var að segja þessu sögu. En það sem að Sigurður er að vísa til er það að við erum alltaf búin að vera að gramsa og skoða og alltaf að vona við sem búin að hætta að finna eitthvað nýtt, en við erum ennþá að finna eitthvað sem alltaf vekur þær spurningar hvort ekki þurfa að minnst að skoða málum betur, og í þessu tilfelli sem hann var að tala um duft, þá er það sérstakt undarræði duft sem er ætlað til þess að hræra upp fyrir kálfa, sem að ég tók saman minnisblað fyrir 3 vikum og sendi Ríkisendurskoðun, þar sem að ég finn bara hvergi nokkurs staðar hvar þessi varar er komið inn í landið. Og áður en ég kannski fullyrði hvaða stærðir þarna eru, þá vil ég fá að vita hvað er þarna á ferðinni. En ég er samt búin að gera mér hugunum hvaða stærðir þetta er, og þetta er þá stærra en jurtaostur, ef það sagt er. Já, Þorgrímur, er ég ekki búin með þetta? Á ég að lesa sjálfspurningarnar hérna á spjallinu líka? Já, ég skal, Hannes Karlsson er næstur, mælendaskrá. Við tökum hann bara í hljóð núna og svo skal ég lesa, það eru hérna spurningar komnar nokkrar skriflega. Ég spurði líka hérna aðeins út í breytingarnar um áramótin. Já, fyrirgefðu, ég skautaði yfir það. Sko, varðandi þetta, þá held ég að þetta breytta fyrirkomulag sé ekki að breyta neitt miklu. Það breytir allavega engum það að þessar vörur eru að koma inn, og ég skrifa nú grein núna fyrir 1 eða 2 vikum þar sem ég færði í rök fyrir því að þetta myndi heldur enginn áhrif á verð til neytenda. Þannig að ég held að þetta sé nú svona meira deila keisara skegg, þar segja hvor ber meir úr bítum út af þessu, ríkið eða innflytjendur. Það er mitt mat allavega, og það kom fram í þessar grein sem ég skrifaði. Hefði þessi tillaga Miðflokksins, sem var þá í takt við óskir hagsmunasamtaka bænda, náðust fram, þá væri þetta ekki í boði þessir kvótar núna, og væntanlega sem því nemur minna að magni verið að flytja inn, því allir þessir kvótar gengu út. Það er mikilvægt að hafa það í huga, það var eftirspurn eftir þeim, þannig að þeir gengu allir út, og væntanlega hefði þá innflutningurinn að einhverju leyti, en þetta hefði alltaf dregið og innflutningin til ég vera hygglust. Já, þá er Hannes Karlsson næstur, og svo tökum við nokkra skriflegar spurningar á eftir Hannesi. Gjörðu svo vel, Hannes. Takk fyrir það, sælerna. Takk fyrir þessa framsögu hér áðan. Það verður svona hálf hvumsa þegar maður hlustar á þetta skulle virkilega vera með þeim hætti eins og þú lýsir. Í mínum huga hljóma þetta sem spilling embættismanna, og ekki síður það sé verið að níðast hérna á heilli atvinnugrein, sem er auðvitað skuggalt. En mig langar að spyrja þig hvort að til séu einhverjar svona tölulegar upplýsingar, þar að segja fjárhagsstærðir í þessu. Það geti svarað því fyrir mig. Já, takk fyrir þetta, Hannes. Þá tökum við bara skriflegar fyrirspurnir sem eru komnar inn, og Erna svarar ykkur svo öllum á eftir. Linda spyr, getur verið ekki sé einungis gefið upp rangt magn af innfluttum landbúnaðarafurðum, heldur einnig séu greiddir af þeim of lágir tollar? Ef svo er,
vitað hvað háar upphæðir er að ræða. Síðan er hér spurning frá Önnu Kollu. Þakkar fyrir frábært erindi og er með eina spurningu. Hversu mikið er verið að flytja inn af kjöti, frosnu eða ófrosnu, frá hvaða löndum helst eða hvaða framleiðanda? Já, næ ekki kom í mynd. Þannig að hún sendir þetta svona skriflega. Síðan hef ég fengið, ég er bæði að fá þetta á opna þráðinn og líka í einkaskilabóðum. Og hér er ein spurning, nýtur ESB betri tollaðgangs en aðrir? Þá væntanlega aðrir sem standa utan hérna ESB. Síðan er hér varðandi notkun vöruheita, til dæmis haframjólk, þarf að innleiða ESB-reglugerð til þess að breyta þessu, geta ekki íslensk stjórnvöld sett slíka reglur án aðkomu ESB. Það er að það megi þá ekki nota orðið mjólk yfir til dæmis hafraseiði eða hafrasafa eða hvað þetta á að kallast. Nú svo er hér spurning frá Jóni Elvari. Voru nokkur endurskoðuðar eða uppsagnar ákvæði í tollasamningum ESB? Það held ég að þetta sé tæmt í bili, Erna, og ég hvet afturfundarmenn, bæði sem eru hér og geta komið í mynd til að koma með spurningar og eins þá sem er að fylgjast með okkur í gegnum streymið á Facebook, að skrifa þar inn spurningar ef það er eitthvað sem þeir langar að koma á framfæri. Gjörðu svo vel, Erna. Þetta var mjög áhugaverð og góðu spurningar, en ég kannski hafa ekki alveg svörin á reiðum höndum. Þetta er nefnilega mjög spurningi hjá þér, Hannes, sæll og blessaður. Við erum gamli skólafélagi Hannes og það var það sem ekki vitað hérna fundinum. Þekkjast ágætlega, en er til tölulegar upplýsingar. Ég hef raunverulega ekkert sem ég get fest hönd á annað en glæruna sem sýndi ykkur á með breytingun á umflutningnum og jurtaostum. Því að ég get bara bent á hver er mismunur á útflutningi frá Evrópusambandinu og mismuni inn hingað. En ég veit enga sönnun fyrir því hvað raunverulega gerðist. Og hvort að það er þá í öllum tilfellum rétt skráð út úr Evrópusambandinu. Það getur auðvitað eitthvað verið ranga skráningu þaðan eða einhver mistök eða eitthvað. Ég get auðvitað ekki fullyrt það og ég get heldur ekki fullyrt það í hvaða mæli er rangt skráði inn til Íslands. En bara 200 tonn af osti eru það byggt 200 milljónir á verði til bænda fyrir mjólk. Þannig að ég segi það að þetta hleypur ekki á 100 milljóna, þetta er eitthvað meira en það á ársgrundvelli. Og dæmin og blómunum staðfesta það að þetta er raunverulega svona í gangi. Nýtur ESB betri tollaðgangs en aðrir? Svarið því já. Það er mjög einfalt og það má fyrst og fremst rekja til samningsins sem tók gildi 1. mars 2007. Því þá var samið í fyrsta lagi 40% lækkun á öllum tollum á kjöti, þannig að það er búið að festa í krónum toll á innflutt kíló kjöti frá Evrópusambandinu og það er bara rýrnað þá raunvirði síðan eins og krónan okkar hefur breyst og auk þess er verðtollurinn, þessi prósenttollurinn, hann er 18% í staðinn fyrir 30% sem aðrir njóta. Síðan er þetta fullt af öðrum vörum sem eru tollfrjálsar, sérstaklega þá það sem við kallum unnar vörur sem að falla undir það sem heitir bókun 3 í EES-samningnum. Þetta eru þessar 2 aðgerðir í EES-samningnum sem að samningur viðskipti með landbúnaðarafurðir er gerður. Og það var fyrst samið þarna, nú fer ég tæknihlutann ég er bara að stoppa mig. Fyrst var gerður samningur þarna sem tók gildi 1. mars 2007. Og í honum var annars vegar samið markaðssamband fyrir vörur á grundvelli 19. greinar EES-samningsins og hins vegar grundvelli bókunar 3. 19. greinin fjallar vörur sem eru í fyrst og fremst í köflum 2 sem eru kjöt og 4 mjólk og síðan eru einhverjar vörunúmer eins og til dæmis unnar kjötvörur sem eru í 16. kafla líka það. Og það var annars vegar samið þá tollkvóta sem eru tollfrjálsir og voru síðan boðnir út eftir þeim fyrirkomulagi sem að mörg okkar eru kunnug. Og hins vegar voru lækkaðir, ekki einhlega, þetta verður samningur, náttúrulega samningur, lækkaðir tollar á kjöti og felldi niður tollar á mörgum unnum vörum á grundvelli bókunar 3. Nú síðan var gerð þá framlenging á þessum samningi, þetta er ekki kallað nýr samningur, heldur þetta bara sami samningur, bara búið stækka, sem var
undirritaður 17. september 2015 og gildi 1. maí 2018 eftir að hann hefði farið gegnum fullgildingarferli bæði hjá ESB og Íslandi. Og þar voru sem sagt auknir enn frekar tollkvótar, það voru ekki frekar í tollalækkunar og vörum sem eru í þessum öðrum og fjórða kafla og bætt við einhverjum tollfrjálsum númerum í fyrir unnar landbúnaðarvörur fyrirgefið. Þannig það er búið að fella til dæmis, ég skrifaði grein þetta núna daginn, ég man ekki hvað birtist að Vísi líklega, sem sagt að það eitthvað 85% af tollskrárnúmerum sem eru ætar landbúnaðarvörur, ég tók ekki með tré og runna og blóm og svoleiðis, sem eru raunverulega tollfrjálsar frá Evrópusambandinu, en ekki nema eitthvað rúmlega 50% gagnvart öðrum löndum. Þannig að það já, við erum búin að gera samninga betri markaðsaðgang fyrir Evrópusambandið hingað til lands, það bara liggur í eðli svona viðskiptasamninga. Það þarf sjálfsögðu ekki að innleiða þessa reglugerð, ég tók þetta bara sem dæmi, þann mismun sem í Evrópusambandinu og hér og það sem sagt að við getum sjálfsögðu ákveðið það sjálf hér að banna það að kalla hafrahreiði haframjólk ef að svo bæri undir. Það er búið að innleiða hluta af þessari reglugerð sem þetta í, en hann ekki búið að innleiða með alla. Og eins og ég ítreka það er sjálfsögðu ekki lausn. Varðandi endurskoðanir eða uppsagnarákvæði, já, það var nú deilan sem að Sigurður Páll tók nú þátt í þarna í þinginu fyrir jólin. Og ég skrifa nú grein þetta og mitt mat og þeirra sérfræðinga sem ég hef leitað til er það að það séu sannarlega slíkir möguleikar í þessum samningum sem að hefði átt að virkja þarna en var ákveðið að gera ekki af því að því var haldið fram á móti að svo væri ekki. En við teljum þeir sérfræðingar sem ég hef leitað til telja að það sé hins vegar tvímælalaust hægt að óska eftir endurskoðun á þessu sem þetta er búið að gera núna. Þar til viðbótar hefði verið að virkja svona eins konar force majeure ákvæði á grundvelli þess að það hefði verið mikill markaðsbrestur auk þess sem Evrópusambandið sjálft beitti sér fyrir miklum viðbótarstuðningi og inngripum á markaði hjá sér. Þannig að þeirra vörur eru á allt öðrum forsendum út á markaðnum í dag, út af til dæmis þessum aðgerðum sem þeirra gripið til út af COVID, heldur þegar samningur var gerður. Þannig að það er margan Þetta tíma til ýmis rök fyrir því að þarna hefði verið hægt að stíga inn með meira afgerandi hætti. Nú svo er þessar spurningar sem hún lastu upp á tjattinu. Getur verið að ekki sé einhvers geður rangt magn af innfluttum heldur einnig sé greitur of lágir tollar. Það er það sem við eigum við með því að við erum ekki að tala kannski að þessi gefa upp rangt magn heldur það að vara sem fer út einhver 100 kíló eða 1 tonna einhverju vöru sem fer út frá Evrópusambandinu sem til dæmis þurrkaðar eggjaraður og séu skráða þar út sem þurrkaðar eggjaraður að það komi inn á einhverju öðru númeri eins og til dæmis að tjattinu búin að breytast í kökumix á leiðinni og komi þá einhverju allt öðru númeri og það sé engin tollar greiddir. Og ég tek þetta dæmi af því ég komst að því að það er meira flutt út af þurrkuðum eggjaraðum frá Evrópusambandinu heldur inn til Íslands. Og það var einhver flökkusaga sem ég rakst á í sundlaugunum í Árbænum að þeir ættu til að breytast í kökumix í hafi. Nú, en sem sagt, þetta getum við ekkert, við höfum engan aðgang að þessu, við höfum spurt til dæmis í bréflega skattayfirvöld hvort við getum fengið að sjá innflutningsskýrslurnar sem við teljum reikningana sem eiga að fylgja innflutningsskýrslurnar og þá komstu að því að tollurinn á ekki reikningan, hann á bara einhverja skýrslu sem einhver tollmiðlari eða innflytjandi fyllir út og svo er bara ítt á eftir að þú ert með leyfi fyrir rafrænni tollafgreiðslu. Það er aldrei skoðað neitt reikningur. Nú, Anna Kolbrún, hversu mikið verið að flytja inn á kjöti, ég er nú ekki með þessa tölu í kollinum, en innflutt kjöt er svona cirka að verða það til 20% af markaðnum. Aðeins mismunandi eftir tegundum, það er sannlega hæsta hlutfall í svínakjöti og síðan svipað í nauta- og kjúklingakjöti. Það kemur frá Þýskalandi, Pólandi, Spáni, Danmörku, Hollandi, þetta eru svona helgi stærstu löndin sem að skipta máli. Ef að spurningin snýst eitthvað verið að fiska eftir lyfjanotkun þá er náttúrulega, þetta er allt í frjálsu flæði út af því við erum náttúrulega með sameiginlega matvælalöggjöf, þannig að já, ef að það er eitthvað svona viðbót inn í þetta. Er ég ekki búið með allt núna, Þorgrímur?
Þakka þér fyrir þetta, Erna. Því meira sem þú upplýsir okkur og fræðir þeim svona eiginlega verri verður heildarmyndin, finnst mér einhvern veginn, og kannski eina sem að svona þú hefur ekki farið mjög djúpt í er hérna ylræktin til manneldis. Maður gerir þá miðað við þessi dæmi sem þú ert að nefna bara eiginlega fastlega ráð fyrir að þeir séu að glíma við sams konar vandamál. En hér eru á mælendaskrá komin Ágústa og svo Helgi. Þannig að Ágústa er næst. Gjörðu svo vel, Ágústa. Sæl verið, fyrir ekki að heyrist í mér. Sæl Erna og bara takk fyrir góðan fund, búið mjög athyglisvert að hlusta á þetta. Bara svona forvitnis spurninga því að þú talar þessi starfsnefnd sem að var sett á seinni starfsnefndin sérstaklega, sem að þú kallar í rauninni sjálfskoðunarnefnd. Telur þú eða var það augljóst að sá sem skipað í þessa nefnd hafi verið alveg fullkomlega meðvitaður að hann var að skipa í sjálfskoðunarnefnd og var gerð athugasemd við það, var þetta gagnrýnt og hérna, að því að þú náttúrulega, já, talar þetta að allir fara lögum sérstaklega ríkið. Það var svona bara já, það væri gott að fá viðbrögð við þessu. Þakka þér fyrir, Ágústa. Þá var það Helgi. Góða kvöldið, aftur, eins og margir vita þá brasa stundum í vírskrifnum. Sko, ég búinn að komast að því hvað þetta með kökumixið. Þetta sjógangur á leiðinni til landsins, þannig að ekki hrærast. En það var ekki það. Sko, hvað þurfum við að gera til þess að geta jafnræðis í tollamálum versus EES versus ESB og Ísland í útflutningi og innflutningi. Og síðan var þetta ylrækt, hvað sko til að vera sjálfum okkur næg, hvað þarf að gera til þess að ylræktendur, það segja gróðursöfri eigendur, standi jafnfætis í orkuverði til ylræktar hér versus innflutning fyrir birgja. Það var ekki meira í bili, takk. Takk fyrir það, Helgi. Það engin á mælendaskrá akkurat eins og þannig að þú bara tekur orðið. Já, varðandi fyrri spurninguna, þá þetta bara starfshópur sem að fjármálaráðherra skipar, þannig hann þarf ekki að leita neitt tilnefninga eða umsagnar aðila hjá geðstýrðum konum upp í mjólkursamsölu og því, hann getur bara gert þetta eins og hann sýnist með sjálfsögðu. Ég hef svolítið engar ástæða til að vera með neinar hugleiðingar það hvernig hann sá þetta. Ég meina, þeirri spurningu verður sjálfsögðu bara að vísa þangað og hvort það hefur gerð athugasemd. Það auðvitað enginn að gera athugasemd við einhverja starfshópa sem að ráðherra skipa því að maður fréttir þetta auðvitað bara einhverju 3 vikur seinna þegar maður lesa afrit af einhverju bréfi sem ég lýsti á hann. Þannig að þetta bara það sem ég á við með því hvað ég tel eða ég mun svona, kannski lega mér orða þannig, svona biðla til þingmanna að þessu verið fylgt eftir þá í samræmi við það sem verið að vinna annars verið stjórnskipunar og eftirlitsnefnd og hins vegar þá þessi beiðni sem fór til Ríkisendurskoðunar. Ég hef svolítið engin úrræði eða neitt annað sem ég get bent á í því. Ég bara fagna því að Alþingi skyldi veita því þessu máli þennan áhuga og atbeina eins og orðið hefur. Nú, það hvað við þurfum að gera til að gæta jafnræðis í tollum. Sko, ég get ekki svara þessu öðruvísi svo að við erum þetta aðilar af fjölmörgum samningum og ég held að við höfum til dæmis gert einhverja 20 tvíhliða samninga viðskiptum með landbúnaði og verið samhliða fríverslunarsamningum EFTA. Síðan alltaf þessi áhrifamestu samningar og svo samningur alltaf viðskiptastofnunina sem að var nú svona það sem rauf múrinn á sínum tíma og svo þá enn frekar þessi samningur sem ég nefndi við Evrópusambandið á grundvelli annars vegar 19. greinar og hins vegar bókunar 3.
Þetta eru bara tvíhliða samningar sem eiga að veita Íslandi markaðsaðgang fyrir afurðir á móti inn á þennan stóra markað sem að þar en reyndin bara svo að við erum mjög lítið að nýta þetta. Og það kannski bara sá staður sem við erum á. Eigum við einhverja möguleika þar eða, eins og sé, ég held að vera mjög harðsótt að láta sér þetta í huga að bakka eitthvað tilbaka frá því sem búið að gera. Og það allavega frá mínum bæjardyrum séð þá allavega grundvallaratriði að það sé sett sem mjög skýrt niður hvað menn ætla sér. Nú, og varðandi ylræktina, hvað þetta gerandi orkuverð, sko, akryldúkur og sólarljós á Spáni, það kostar lítið, þannig að það þetta svoleiðis framleiðsla sem þá að koma inn. Ylræktin, gúrkumarkaðan eiginlega eingöngu dekkaðar á innlendri framleiðslu. Tómatar af stórum hluta, kannski yfir svartafla skammdegið aðalega sem eitthvað að koma inn aukalega. En þar sem við höfum skoðað þessar tölur, þá miklu meira, held ég, allavega svona misræmi í tölum varðandi útflutning frá Evrópusambandinu, innflutning hingað í alls konar öðru grænmeti, útiræktuðu grænmeti til dæmis. Káli, róum og hinn og þessu, við höfum séð tölur sem eru jafnvel tugir eða upp í 100 tonna mismunur þar. En ylræktin vaxandi hér á landi og það mikið búið að vera, ég held að vera að byggja upp bara í Reykholti í Biskupstungum á 3 garðyrkjustöðum verið að byggja upp í sumar og stækka reksturinn, 1 í blómastöð, 1 í gúrkustöð og 1 í tómatastöð. Þannig að það í sjálfu sér varðandi orkuverði. Ég bara ekki nógu fróð til þess að koma með eitthvað gáfulegt innlegg það. Það hefur verið mikil þraut að ganga þar, veit ég, og ýmis ljón á veginum, en þetta ekki svona mitt sérsvið, ef ég má afsaka mig með því. Takk fyrir þetta, Erna. Hér ein spurning af Facebook frá Jóni Elvari. Þetta bréf sem Guðlaugur Þór sendir til endurskoðunar bara kosningatitringur sem ekkert á bakvið? Þannig væntanlega liggur nú eiginlega í spurningunni óska eftir túlkun þinni á þessu. Síðan á mælendaskrá næstur Atli, bóndi á Sigurðarstöðum, og svo Þorsteinn Sæmundsson á eftir honum. Gjörðu svo vel, Atli. Já, góða kvöldið. Takk fyrir fróðlegan fund. Heyrur í mér? Já, ok. Varðandi þetta, sko, ég að velta fyrir mér viðbrögðum. Sko, þessi samningur var gagnkvæm tollaréttindi og átt að vera á einhverju jafnræðisgrundvelli þó mann hafi aldrei fundist hann vera slíkur. Síðan hrynur Brexitið, við erum bara átt okkur á því að stór hluta okkar markað átti meðal annars að vera í Bretlandi. Það hrunið. Við erum búin að sjá núna flett upp hérna í tollaskjölum og við getum skemmt okkur svo sem yfir því. En þetta auðvitað samningur sem í gífurlegum halla, gagnvart okkar hagsmunum, gífurlegum halla, og þessi viðbrögð sem að kalla á 1–2 ára umþóttunartíma, þar að segja bréf til og biðja einhverja endurskoðun á þessu. Ég veit ekki betur en að það séu til aðrar aðferðir, til dæmis við svona aðstæður, að maður geti tekið ákvörðun það að staðan sé bara svona og svona og svona og við sættum okkur ekki við þá og grípum bara til neyðaráðstafana einhliða okkar hálfu út af þessum samningi, hallinn á honum við slíkur. Og það hefði verið eðlileg viðbrögð núna við þessar alvarlegu aðstæður sem við öll sjáum. Og ég eiginlega tel að það sé mikilvægt að hamra á því að ráðherrar sé að grípa til raun og veru svæfandi aðgerða í stað fyrir að grípa til málsins strax, því að þetta lítur ofboðslega illa út fyrir okkar hagsmuni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Atli, og kveður á sléttuna. Þorsteinn Sæm, næstur. Já, takk. Komið sæl öll og takk Erna fyrir þetta sem þú búin að vera að segja okkur. Það sem mig langaði bara til að stinga hér inn það að rannsóknin sem nú fer fram hjá tollinum
er stjórnsýslurannsókn eða stjórnsýsluathugun. Þetta er ekki refsiathugun. Þetta er ekki sem sagt, eitthvað sem eins og lögreglumál og er kæranlegt til yfir skattanefndar. Mér langar líka til þess að benda á það að samkvæmt því sem við vitum að þá er hægt að rannsaka þessa hluti 6 ára aftur í tíma og endurákvarða gjöld 6 ára aftur í tímann. Og spurning mín til þín, Erna, er kannski þá sú, hafið þið farið fram á það eða ætlið að bíða eftir niðurstöðinni að það verði endurákvarða 6 ára aftur í tímann og hafið þið hugleitt það þar sem við erum að tala eingöngu stjórnsýslu rannsókn, að hreinlega að kæra þetta mál til lögreglu og gera það þannig að refsiréttarmáli. Takk. Takk fyrir þetta, Þorsteinn. Erna, ég held að þetta eru yfirgripsmiklar spurningar. Ég held að sé bara rétt að bregðast við strax. Þetta verður til miðnættis eða hvað þetta eftir að vera lengi, sagði þið? Nei, þetta eru stóra spurningar og varðandi spurningunars Jóns Vonda Elvars, hvort að bréf Guðlaugs Þórs, hann vantar að tala þetta bréf til Evrópusambandsins sem að endurskoðana samning sé kosningaloforð. Ég er auðvitað starfsmaður á plani og ég vinn bara með þau gögn sem eru fyrir fram á mig. Ég verði auðvitað bara að spyrja hann að því og spyrja að leikslokum. En ég get allavega sagt það að ég bauð sjálfur mér í heimsókn til þýska sendiherrans á Íslandi. Og eftir það samtal þá fullyrði ég aftur og það er mjög á brattan að sækja að halda að það sé hægt að minnka þessa tollkvóta eitthvað í svona samningu. Það er bara prinsippmál hjá Evrópusambandinu og við vitum það bara ef maður horfir öxl og sér hvernig það vinnur. Það gefur ekki eftir svona hagsmuni sem það hefur, svona kjör sem það hefur sótt fyrir sína umbjóðendur. Það er ekkert að fara að gefa það eftir svona bara. Þannig að þetta er var ekki sagt hvað var betri einn fugl í hendi en 2 í skógi, var það ekki? Svoleiðis, sem gæti átt við hér. Og þetta kannski kemur svona líka inn á það sem að Atli var að fjalla þessa viðbrögð gagnkvæmni í tollasamningu. Utanríkisráðuneytið gerði sérstaka skýrslu þessa samninga sem auðvitað bara staðfest allt það sem við vorum búin að skrifa í, við skrifuðum nú ráðuneytinu bréf okkar skoðun á þessu samningi í lok október. Þetta mál fór þannig af stað í byrjun október að hagaðilum í landbúnaði var gefin slétt vika til að bregðast við. Þeir voru spurð hvernig þessi samningur hefði komið út. Slíkar nú væntingarnar hæfileika fólks sem að vinna fyrir bændur og það getur bara hrist svona fram úr erminni á einni viku. Við klóraðum þetta nú upp í 2 vikur og eina helgi og síðan tóku þeir sér dágóða stund til að vinna þessu og skiluðu lokum þessari skýrslu sem er aðgengileg á heimasíðu ráðuneytisins. Þetta er svona eins og þú sagðir, Atli, það er gríðarlegur halli á þessu og við bentum, hagsmunasamtök bænda héldu því fram og eins og var fyrir jólin, að það er sannarlega verið hægt að grípa til svona force majeure ákvæða og það er ekki bara í þessum samningi við Evrópusambandið sem að við getum vísað til þess, heldur er það beinlínis í öðrum alþjóðlegum samningi sem er kallaður Vínarsamningur sem er sem sagt gildir stjórnmálasamband milli ríkja að ríki geti stöðvað framkvæmd svona samninga á grundvelli neyðarréttar. Og við okkar lögmenn skrifuðu beinlínis minnisblöð þar sem meðal annars var komið inn á þetta mætti á grundvelli þessara ákvæða grípa til þess að fresta þessum útboðum og tollkvótum eins og vorum við hérna á. En það var bara ekki niðurstaðan að gera það og þó menn hafa greint á þá möguleika og þess vegna reyndi aldrei á það. Og já, ég held að það megi bara segja þetta svona að það þarf að hamra á því að það sé ekki
samþykkt að sé verið að grípa til svona aðferða til þess að leyfa mönnum einhvern veginn að málum fyrirgefið einhvern veginn að svona damla. Nú, Þorsteinn, ég þakkaði fyrir þessa spurningu og nú ætlum ég að segja það að ég lít þannig á að það eru kannski þrenns konar hlutir í gangi eins og er. Það er að segja, Ríkisendurskoðun fékk skýrslubeiðni frá Alþingi. Hún er að kanna vinnubrögðin við þetta. Flutningsmaður málsins situr nú með hérna til vinstri handar og kinkar kolli. Og það er bara vel, hún er sem sagt að fara yfir verklagið á þessu. Síðan ger ég ráð fyrir ef ég sæi nú Þorsteinn í mynd, að þessi stjórnsýsluathugun sem hann talar þá eigi hann við þessa athugun sem að þessi 4 manna nefnd ráðherra er að vinna. Og ég held ég sé nú búin að úttala mig mínar hugrenningar, ef ég má vera svo kræf, hvað það snertir. Ég hef áhyggjur af því að Ríkisendurskoðun sé eitthvað að sú nefnd kunni einhvern hátt að tengjast starfi Ríkisendurskoðunar. Ég vil að hún sé alveg starfi bara sjálfstætt að þessu verkefni og sé ekkert að hugsa það hvað aðrir að gera. En síðan er það þriðja sem er í gangi, það er þetta rannsóknir inn í skattinum sjálfum á málum þar sem svona kann að hafa átt sér stað, það er að segja að röng tollskrárnúmer hafi verið gefið upp á aðflutningsskýrslum. Og eins og ég nefndi áðan, þá er þegar eitt mál sem var flutt núna í haust í október, þar sem að beinlínis er kært fyrir brot á tollalögum og lögum varnir gegn hryðjuverkum og peningaþvætti. Og ég veit ekki til að sé fallinn dómur í því. Þá er þær að ræða mál sem búið að fara í gegnum allt ferli hjá skatti. Það er að segja, í fyrsta lagi fer fram rauntíma eftirlit og síðan kemur endurskoðunardeild skattsins og eins og þú sagðir réttilega, og það var fullyrt við okkur í bréfi frá ríkisskattstjóra að yrði gert og aftur á fundi sem við áttum þar í nóvember að stæði yfir að það væri verið að rannsaka mál. Þessi 6 ár aftur í tíman eins og heimilt þá mér sem fullyrt í bréfi frá Ríkisendurskoðun að í byrjun október, 1. október nákvæmlega það dagsett, að þar væri ákveðnir innflytjendur til skoðunar og þeir fengi ekki tollafgreiðslu nema undangenginni sérstakri skoðun. Við áttum síðan fund með henni meðan nóvember og þar fullyrti þeir að það væri ekki verið að vinna þessum málum í endurskoðunardeild skattsins og þar gæti málum annaðhvort lokið með því að það væri endurákvarðað 6 ár aftur í tíman eða mál færu áfram til rannsóknardeildar skattsins. Og þar er síðan tekin ákvörðun það hvort að mál eru áframsend síðan til héraðssaksóknara þessi mál undir héraðssaksóknara. Við höfum enga stöðu til að kæra því við höfum engin gögn í höndum. Við getum engan kært fyrir tollasvik. Tollur verður sjálfur að gera þetta, hann verður að rannsaka þessi mál og ákveða eftir atvikum hvort að það sé fullnægjandi að menn fá að fylla út nýja aðflutningsskýrslu og borga tolli eða hvort að málin fara áfram til héraðssaksóknara. Þannig er þessu lýst fyrir okkur og ég get alveg sagt ykkur það, ég hringdi bæði í ríkislögreglustjóra og héraðssaksóknara í fyrra til þess að spyrja út þessi mál, en þetta er leiðin sem þau verða að fara. Og þannig að við erum alveg upp á bændur og aðrir sem hafa farið lögum í þessu landi, eru upp á það komin að stjórnvöld auðvitað sjáum að leysa þetta mál og sjáum það að lögum sé fylgt í þessu landi, það er bara þannig, það er ekki eitthvað komið upp í MS sem að sér það. Takk fyrir þetta, Erna. Það eru tvær spurningar skriflegar. Það er Birgir Loftsson, spurning sem kemur gegnum Facebook. Er raforkuverð fyrir iðnað utan stóriðju ekki á hátt og því fylgir útskýring þar að segja skattaívilnanir og slíkt fyrir nýja orkugjafa eins og vetni og fleira. Síðan er hér önnur skrifleg. Erna, hefur skoðað eða gert samanburð á verðlagi landbúnaðarvara innan EES-svæðisins og hvernig kemur Ísland út í því?
og 2 mikill munur á stuðningskerfi ESB og Íslands kemur á landbúnaði. Svo eru hér á mælendaskrá Sigurður Páll næstur og 3 komnir á mælendaskrá, það Sigurður Páll næstur, þá Sigmundur Davíð og Helgi aftur, við förum að kalla Helga bara Helga aftur og svo förum við að loka mælendaskrá. Þannig að ef það einhver sem alveg að brenna inni með eitthvað sem hann verður að koma fram, þá rétti tíminn til að gefa sig fram núna. En gjörðu svo vel, Sigurður Páll. Já, þakka þér fyrir Þorgrímur, og enn og aftur þér Erna, ég nú ekki með neina spurningu, ég bara svona, það svona komið upp með mikil þjóðerniskennd núna bara á þessu fundi og það þessi sko, leið og ég þakka þér fyrir að upplýsa okkur núna og mig og fleiri í undanfarið og bara og þetta vakið, ég held þetta sé að byrja að vekja sko allavega okkur marga þingmenn og þjóðina til vitundar það að við þurfum að standa með okkar eigin framleiðslu og landbúnaði í hvað þetta varður og bara standa í lappirnar sem þjóð. Það svona mín von að við getum sko komið þeim stöðuleika á kreik sko, eða komið því jafnvægi á og að því að það var að vera að minnast hérna á samningshalla og þá stöðu sem uppi út af COVID sko, birgðir í mjólk og kjöti og það sem var að því að myndist á umræðuna sem að við stóðum í og ég tók mikið þátt í sko þegar við vorum að tala og komum með þessu tillögu að fresta útboðum og vitnuðum í 112. grein og þá risu menn upp í ríkisstjórninni og fóru að tala gagnkvæmni samningsins og við erum að virða það en þá bendum við þeim á það á móti að Evrópusambandið væri búið að nýta sér eða sem sagt væri að hugsa sín lönd eins og við værum að reyna að gera þessu tilefni við í Miðflokknum þennan dag í þinginu og það sem kæmi líklegast út úr því ef við myndum fresta útboði að við myndum fá fund með sameiginlegu EES-nefndinni og geta náð einhverju lendingu í máli. Þannig að þetta var ekki svona í mínum einfalda huga alveg kjörið tækifæri til þess. Og þetta einhvern veginn nákvæmlega sama tilfinning og var þegar við vorum í þriðja orkupakkaumræðinni sem kannski einhverjir muni eftir. Þar var grein númer 102 sem við vitnuðum oft í en hún var það heilug að það mátti ekki nota hana sko. Hún var bara teflon húðuð. Þannig að ég bara vil bara þakka þér kærlega fyrir að koma þessu máli á þennan rekspöl og við munum halda því áfram og við bara þurfum að standa með sjálfum okkur og matvælaframleiðslu bændunum í landinu og Íslandi í þessum efnum og hætta þessari minnimáttakennd út af í þessu tilefni ESB. Djúvill ég orðinn heitur eitthvað. Sigurður Páll var að hitna, það gott. Það að verða vost í Borgarfirði. Sigmundur, ég að biðja þig að hinkra aðeins og taka Helga inn næstan. Helgi, ertu tilbúinn? Herði, já, ég redda því, ég komin inn í bili. Sko, það sem ég langaði að spyrja varðandi áðan hjá Ernu. Hver sér að framfylgja kæru og sko, það neytendur eða þeir sem að framleiða eða hverjir upp á það að tollamálum sem rétt framfylgt miðað við ríkisendurskoðun og svoleiðis. Það var ekki meira.
Takk fyrir þetta, Helgi. Erna, ég held að við séum bara að loka mælendaskrá. Klukkan núna orðin 20 mínútur yfir 9 og þetta búin að vera ansi viðamiklar og stórar spurningar og ég reikna með miklum greinaskrifum á næstunni að þinni hálfu, Erna. Og endum hérna á Sigmundi Davíð. Gjörðu svo vel, Sigmundur. Já, komið sæl. Ég vildi nú fyrst og fremst þakka Ernu fyrir þetta góða erindi og þessa þrautseigju og ótrúlegu vinnu, baráttu í þessu máli. Það var eins gott að hún var þarna á vettvangi og að fylgjast með einu sinni sem oftar. Þetta náttúrulega gríðarlega stórt mál og manni finnst að það hefði átt að fá meiri athygli í fjölmiðlum en raun hefur verið, en vonandi menn svona smátt og smátt að kveikja á perunni. En það sem ég langaði að spyrja út í hver þú teljir að áhrifin af þessu eigi að verða fyrir utan auðvitað þið augljósa að menn hætti að brjóta lögin og það verði rannsakað hvað fór úrskeiðis. Þú nefndir að Evrópusambandið birti upplýsingar daglega eða nánast daglega. Er ástæða til að gera þá kröfu að upplýsingar þennan innflutning verði birtar bara í rauntíma nánast og þannig aðgengilegar? Þannig að það sé hægt að fylgjast með þessu? Eða einhver hætta við það að slíkt væri notað gegn landbúnaðinum? Nú spyr ég bara vegna sem maður hefur séð að neikvæðar fréttir á stundum meiri athygli en það jákvæðu, svona eins og við skilgreinum neikvætt og jákvætt. Einhver hætta á menn færi að nota til að halda því fram að það veri ekki nógu mikið innflutt eða slíkt? Allavega, er rétt að gera þessa kröfu og hvaða upplýsingar ættu það þá að vera? Svo smá aukaspurning, svona svipuðum nótum og Sigurður Páll var með áðan. Manni finnst augljóst að sérstaklega núna eftir útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og þetta COVID-ástand, að það gefi tilefni til þess að við gerum ráðstafanir rétt eins og aðrar þjóðir í Evrópu hafa verið að gera. En oft á tíðum virðast íslensk stjórnvöld eða íslenska kerfið vera enn feimnara við að verja eigin hagsmuni heldur en stjórnvöld í þeim ríkjum sem þá eru aðilar að Evrópusambandinu. Mér skilist að einhver lönd sem í svipari stöðu við, Noregur til dæmis, hafi brugðist við áhrifum af COVID með því að gera ráðstafanir sem þeir hefðu kannski ekki komist upp með eða átt erfiðara með að komast upp með í öðrum aðstæðum. Þekkirðu dæmi slíkt og er ekki ástæða til að segi, eða má nota það orð, nýta þetta ástand til að knýja á að hagsmunir okkar séu betur tryggðir? Takk fyrir þetta, Sigmundur. Einhverja hluta vegna þegar ég var að hlusta á Sigmund þá duttu mér í hug þessar línur hérna sem að hringja eflaust bjöllum hjá Ernu líka úr sínum reiðtúrum á sprengju. Harður kúptur hver kjóstu þetta handa mér. En Erna, gjörðu svo vel. Nú eru margar spurningar sem þetta renni yfir. Já. Takk fyrir þetta allt. Ég get lofað því að það koma fleiri greinar, það kemur einn í Bændablaðinu morgun og annar á teikniborðinu, þetta allt í lagi. Ég held kannski að segja að þið hinn ættu líka að skrifa og hringið þingmennina og bara hafa hátt eins og það sagt hérna. En já, ef ég kem aðeins inn á þessar spurningar varðandi raforkuverð, ég ekki sérfræðingur raforkuverð og ég held ég verði nú bara að segja pínu pass við því. Ég bara deili á, eða ég hef svona deili sjónarmið sem kannski margir fundamanna hér hafa haft frammi varðandi innleiðingu á þessum orkupökkum frá Evrópusambandinu og þeim áhrifum sem þekkjum þá umræðu sem eru núna að koma upp í Noregi og sem fyrrverandi formaður heimssýnar og flutti inn formann leið til EU-samtakanna í Noregi fyrir nokkrum árum þar sem hún einmitt lýsti þessar umræðu sem þá var Þærlandi og eftirlegging þekkjum við nú öll hér. Þetta
búið að innleiða hér á landi. Þannig ég ætla svona að biðja mig vægðar í þessu máli, ég skal reyna að svara einhverju öðru betur. En já, skoðun á verði landbúnaðarafurða, sko, það nú greinin sem á teikniborðinu, það matvælaverð. Og ég auðvitað búin að skoða verð á, ég gerir ráð fyrir að spurningi sé matvælaverð en ekki verð til bænda, er það rétt skilið, fundarstjóri? Ég skildi spurningur eins og þú, já. Já, þá held ég mig við þá túlkun og það er ágætis samantekt á heimasíðu Viðskiptaráðs frá 27. janúar núna sem að fer ágætlega yfir þetta. Það er þannig að kaupmáttur 2019 var kaupmáttur launþega hér á landi þannig að það var næst mest í kaupmáttur til að kaupa mat á Íslandi í allri Evrópu. Aðeins Luxemborg var með meiri kaupmátt launa. Og svo sem hér situr hún að skrifa marga greinar þessi mál og bent þráfaldlega á það sé samhengi á milli launa og verðlags og loksins kom þarna fram frá þessum ágætu drengjum hjá Viðskiptaráði að þeir taka undir það í einu og öllu. Þannig að jú verðlagið, sko hlutfallslegt verðlag er með því hæsta sem þekkist hér á landi. En það er bara þannig að laun er líka með því hæsta sem þekkist. Þannig að þegar að menn segja að eins og stundum gerist að verð á mat sé svo hátt, þá er það tekið úr þessu samhengi og fyrir áhugasama þá bendi ég á þessa grein sem kemur þá í styttri og endurskoðaði og betrumbættri útgáfu frá undirritaði vonandi næstu vikum. Nú, varðandi stuðning til landbúnaðar í Evrópu samanborið við Ísland, þá er það nú þannig að það er auðvitað verulegur stuðningur við landbúnað í Evrópu. Það eru ýmiss konar kerfi, reglugerðir og umgjörð sem ekki bara veiti stuðning beint til bænda og við erum kannski verið pínlegt upptekin því að horfa bara á stuðning beint til bænda, hvað fá menn mikið sem eru með sauðfé í Skotlandi versus sauðfjárbændur á Íslandi og eitthvað svona. En það er bara mjög umfangsmikið umgjörð líka varðandi kaup á afurðum, birgðahald, jafnvel markaðsstýring, það er til dæmis framleiðslustýring á mörgum upprunamerktum ostum, það má ekki framleiða bara eins og mann dettur í huga þeim. Það er líka mjög umfangsmikið stuðningskerfi við vínrækt í Evrópu og það eru tollar á vín frá öðrum löndum inn til Evrópusambandsins, þetta er allt tollfrjálst hér á landi. Og ég segi nú stundum að þetta rann eiginlega upp fyrir mig núna eftir áramótin að við hefum auðvitað ekkert verið að bera saman stuðning við sauðfjárrækt á Íslandi og við sauðfjárrækt í Skotlandi, við hefum að bera saman sauðfjárrækt á Íslandi og vínrækt í Evrópu því hún hefur náttúrulega umfangsmikið hlutverk sem menningarlandslag, menning, matarmenning, ferðaþjónusta, atvinnuveitandi og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að það er svona, ég bara varpa þessu svona fram, sko, ef við ekki alveg bara tala hlutverk vínræktar í byggð og slíku í Evrópu og bera saman við hlutverk sauðfjárræktarinnar til dæmis hér á landi. Þannig að það er mikið stuðningskerfi í Evrópusambandinu og þó að þær mælingar sem þær eru gerðar á vegum OECD og samanburður hér á landi, þá er þetta bara svo allt öðru vísi og til dæmis í Noregi, svo ég hlaupi nú aftur þangað, að þá er ríkið, það aðstoðar iðnaðinn við birgðahald og þegar það er ójafnvægi á markaði, en það er bara iðnaðinn hér einn á landi sem að tekur það á sig. Ég held, sko, varðandi vangaveltur hjá Sigurði Páli, og var hann kannski ekki með beina spurningu, ég bara tek undir þessi sjónarmið að þarna hefði verið tækifæri til að láta reyna á þetta. Ég veit aldrei unnið í utanríkisþjónustunni eða landbúnaðarráðuneytinu, þannig þetta er nú bara svona það sem að okkar ráðgjafar hjá hagsmunasamtökum í landbúnaði lögðu til í haust að það væri fært að fara fram á þetta. Nú, hver sér að framfylgja kæru til tollayfirvalda til að tryggja rétt á tollaframkvæmd. Það er auðvitað bara stjórnvaldið, ríkisskattstjóri sem á að gera þetta. Og það á hvorki að þurfa Alþingi eða Ríkisendurskoðun eða Mjólkursamsöluna til að sjá það. Það er bara í þeirra höndum, punktur. En það sem hins vegar væri hægt að kæra,
að mínu mati það að einhver aðilar sem telja á sér broti í þessu sambandi samkeppnislög geta kært til eftirlitsstofnunar EFTA. Og það auðvitað önnur hugmynd sem að sem ekkert farin af staðinn. Okkar lögmenn hafa vissulega svona bent á þennan flöt, þegar ég orða þannig. Nú, já, takk Sigmundur Davíð fyrir þín orð og yfirgripsmiklar spurningar. Hver til ég að áhrifin eigi að verða? Ég tel náttúrulega fyrst og fremst að við eigum að fá hérna inn til Íslands innflutning sem þá annarkvort á þessum tollkvótum sem boðnir út eða greiddir fullir tollara. Það væntanlega þýðir að við myndum sjá eitthvað minna af innfluttum vörum hér á landi og þá meiri marka fyrir innlenda framleiðendur þegar upp var í staðið. Nú varðandi þessa upplýsingagjöf, þá tel ég að það eigi að birta samhliða því að tölur Hagstofunnar innflutninga á vörum sem að koma mánaðarlega, það byrja mánuði eftir á, þá eigi samtímis að birta uppfærðar upplýsingar nýtingar á öllum tollkvótum. Og ég bara skil ekki okkur það ekki hægt og ég skil heldur ekki okkur til dæmis ekki hægt að gefa það upp hvað mikið flutt inn á þessu svokölluðu opnu tollkvótum sem að tíðkuðust hér sérstaklega fyrir svínasýður og hakkefni í nautgripa. Því að það hlýtur að þurfa að skrá þetta sérstaklega. Og ef að þetta eitthvað vandamál og þetta þarf að kosta eitthvað og ekki peninga til, þá hlýtur bara að þurfa að veita peningum í þetta því að þetta skila sér bara í gegnum inn í hagkerfið eftir öðrum leiðum á móti. Og ef að stjórnvaldi tollurinn eða ríkisskattstjóri hefur ekki nóga resursa til þess að gera þetta, þá hlýtur bara að þurfa að bæta úr því. Og hvort slíkt geti verið notað gegn landbúnaðinum, það þetta áhugaverð sjón eða sem sagt að velta því fyrir sér. Og ég hef ekki gert það en í fljótu bragði kem ég ekki auga það. Það vísu þegar þessi mál bera góma þá alltaf notuð einhver svona hughrif eins og það nú ekki að fara að koma í veg fyrir íslenskir neytendur fái sverran og skinku og parmesanost. Þetta svona einhver hughrif sem verið að kalla fram með því að slengja þessu fram í umræðina. En ég held að það þurfi bara að skapa þann anda að mönnum finnist bara að það eigi að ganga fyrir öllu að rétt sé rétt og allir hafi aðgang að sömu upplýsingum og geti skoða stærð markaða og hvernig þeir eru nýttir með allir hafa sama aðgang að upplýsingum það. Og ég sé ekki að það sé rök í þessu til dæmis að þetta muni varpa ljósi á hvað einstakir innflytjendur að gera því að til dæmis útboðan á tollkvótum kemur allt fram á heimasíðu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins hver og einn sem að býður í þá fær mikið kvóta. Ég kem ekki í auga á einhverjar stórar hættur í þessu en sjálfsögðu alltaf að rýna svona vel en svona gagnsæi held ég sé nú ágætis svona megin regla. Nú varðandi það að gera ráðstafanir vegna landbúnaðar út af útgangu Breta og COVID, ég alveg sammála þessu og þetta var eitthvað svona nálgun sem var meðal annars byggt á í málatilbúnaði Hagsmunasamtaka bænda þarna í bréfum til ríkisstjórnarinnar í nóvember og útganga Breta hafði þetta, það rétt að það kemur fram í þessari grein sem fyrir dreifingu í Bændablaðinu á morgun að þegar að umræður Brexit fóru fyrst af stað ég var nú þá starfandi á Bændasamtökum, þá voru þau svör gefin að þetta var nú ekkert til að hafa áhyggjur af því að kvótunum eru örugglega skipt bara á milli Evrópusambandsins og Bretlands eftir hvað hver hefði nýtt. Þannig að maður andaði bara með nefinu en svo þetta raunin önnur þegar upp er staðið. Það bara einhverjir kvótar sem bætast við það sem fyrir Og að því leytinu þá eru áhrif Brexit þau bara birtast þannig að það var þannig að gera samningur í apríl 2019 sem bara tók gildi áramótin. Og síðan eru bara menn að ræða einhvern enn víðtækari fríverslunarsamning við Bretland og hvað á að koma til því, það veit ég ekki. En
Já, sko, út af COVID og þessu, ég held bara að ef það er nokkurt einasta lag til þess að fá fram víðtækari ráðstafanir vegna landbúnaðar, þá eigi vitaskuld að reyna að halda áfram að berja í brestina, ef svo má segja. Og það er sérstaklega Evrópu, sko, það er ekki svo mikla beinar fjárhagslegar ráðstafanir sem hefur gripið til Noregi, og nú rætti kollega mína þar. En þetta er fyrst og fremst innan Evrópusambandsins fyrirgefið. Bæði eru beinir styrkir til bænda, styrkir til afurðastöðva, það eru keyptar birgðir og settar inn á lager sem verður síðan markaðssettar þegar talið verður svigrúm til þess og svo framvegis, meðan að hér eru bara allir skildir eftir á köldum klaka. Það voru vísu teknar einhver 900 milljónir frá sérstaklega fyrir 2 hópa, en allir aðrir, hvort sem það eru bændur eða afurðastöðvar, eiga bara að svamla í lauginni og reyna að verka sér hálfdrukknandi til lands. Þannig að ég tel að, jú, COVID hefur svona kannski skert þessar línur enn frekar. Þetta hefði, en ég rifjaði hann upp nú á dögunum 2. febrúar, þetta grein sem að ég birti í Morgunblaðinu 2. febrúar 2015 og mér sýndist að mætti nú bara breyta aðeins tölunum, að textinn gat alveg staðið, þannig að þetta er löngu fyrir síðan staða. Ég vona að ég sé búin að fara yfir þetta, fundarstjóri. Takk fyrir mig. Þetta var vel gert, ég held að þú hefur lokað þessu. Mér langar að nefna hérna við fundinn, það er næstkomandi laugardag klukkan 11 fundur á vegum Miðflokksins stöðu landbúnaðar og matvælaframleiðslu á Íslandi og hlekkinn inn á þann fund má finna inn á heimasíðu flokksins undir viðburðir. Þannig að endilega hvetja fólk til að kíkja á það. Annars langar mig, Erna, fyrir hönd Miðflokksins og Miðflokksdeildar Þingeyinga að þakka þér kærlega fyrir þitt erindi og þín svör. Þú fékkst þetta eins og við kannski vorum að vona, mikið af spurningum og sumar stórar og flóknar, en þetta var vel að verki verið, skemmtilegur og fræðandi fundur og bara innilegar þakkir fyrir að taka þér tíma til að vera með okkur hérna í kvöld og þakkir til ykkar allra sem eru að fylgjast með, bæði hér og eins á Facebook. Að þessum orðum sögðum þá þökkum við fyrir fundinn. Takk.